Góðan dag og gleðilegt nýtt ár. Nú sem fyrr við áramót leiðum við hugan að þeim sem okkur voru kærir og horfið hafa sjónum á liðnu ári. Þessir vinir lifa áfram í minningum okkar, eru hluti af lífinu og því tímanasafni sem mótar hvern einstakling. En leið og við minnumst með þökk gengina manna og horfinna kynslóða, fögnum við og bjóðum velkomna alla þá sem í okkar hóp hafa bæst, ekki síst börnin sem fæðst hafa og við viljum alls til kosta svo þau eigi sér glæsta framtíð í landinu. Þar eru fólgnar vonir okkar allra. Á þessum tímamótum mér sjálfri ofarlega í huga að á nýliðnu ári var mér í 4. sinn trúað fyrir því að fara með embætti forseta Íslands. Ég vil af heilum huga þakka það traust sem mér var þá sýnt og alla þá vinsemd sem þjóðin hefur veitt mér í starfi mínu. Hlýjar óskir, góðar ábendingar, holl ráð sem að koma úr ýmsum áttum og við líkleg sem ólíkleg tækifæri. Á undanförnum mánuðum hefur okkur Íslendingum orðið tíðrætt erfiðleika sem að okkur steðja. Í annað skipti í sögu lýðveldisins stöndum við frammi fyrir alvarlegu atvinnuleysi og atvinnuleysi veldur margþættu böli. Það leiðir ekki einungis fátækt yfir þann sem fyrir því verður og hans skyldulið. Það dæmir menn úr leik frá virkri þátttöku í samfélaginu og rýrir þar með sjálfstraust þeirra og þá sjálfsvirðingu sem hverjum manni nauðsynleg til gæfu, auk þess sem atvinnuleysi líklegt til að grafa undan þeirri samstöðu sem okkur nauðsynleg til að takast á við verkefni okkar og þjóðarskyldur. Þegar svona stendur á nauðsynlegra en oft ella að við gerum okkur grein fyrir að erfiðleikar eru tvenns konar. Annars vegar eigum við einatt við skammtíma vanda að etja. Hins vegar geta svo við blasað erfiðleikar sem aðeins verða leystir á löngum tíma. Það samstaða meðal allra landsmanna að atvinnuleysið sé vandi sem okkur ber skylda til að leysa og við getum leyst og þannig greinilegt að við lítum á það sem skammtíma erfiðleika og munum ráða fram úr þeim sem slíkum. Það hefur engum dulist síðustu árin að veröld okkar breytingum háð. Kannski finnst okkur einmitt vera að fást í kringum okkur endanleg sönnun þess að hann hafi haft rétt fyrir sér gríski heimspekingurinn sem hélt því fram að allt streymdi. Nú eða þá Jónas Hallgrímsson sem staðhæfi að mönnunum munar annarkvort aftur á bak ellega nokkuð á leið. Fyrir þeim hugsuðum var engin kyrrstaða möguleg. Við horfum á landamæri breytast, múrar hrynja, nýjar þjóðir rísa upp og allt má það verða okkur til áminningar að lokastöðu verður aldrei náð, að allt ferli. Það getur meira að segja orðið þjóðinni hættulegt, trúi hún því nokkurn tíma að hún sé komin á lokareit í baráttu sinni fyrir betra og fegurra mannlífi. Eitt af því sem má jafnan minna okkur á hverfulleikan og breytingarnar það sem Kristján Eldjárn nefndi lífbeltin 2, sem umlykja okkur í hafinu og á landi. Ég hef áður drepið á það áramót hve mikilvæg umhyggja okkar fyrir lífbeltunum 2, arfi kynslóðanna. Við gjöldum þess nú að hafa farið illa með auðlindir hafsins. Þar við á báti með fjölda þjóða sem miklar áhyggjur hafa af lífinu í sjónum. Og við þurfum eins og margir aðrir að leggja okkar af mörkum við skynsamlega verndun og ræktun á því lífi sem þar verður til. Við höfum líka leikið landið grátt á liðnum öldum. En á síðastliðnum áratugum hefur okkur tekist að sanna það fyrir sjálfum okkur að við getum stundað landvinninga inni á okkar eigin landi, rétt eins og við færðum út landhelgina lengra á hafið. Hver fermetri lands sem okkur tekst að græða upp á Íslandi sigur fyrir alla þá sem standa frammi fyrir þeirri vá
að allt að 1 smálest af jarðvegi tapast árlega á hvert mannsbarn í heiminum. Ef okkur hér rétt sunnan við heimskautsbaug tekst að vinna til liðs við okkur örfoka land, þá er það sannarlega saga til næsta bæjar, til annara landa sem eiga einnig við jarðvegseyðingu að stríða. Hvar sem menn koma saman til að fjalla ástand jarðar, telst það mikil frétt að Íslendingum hafi tekist að ná þeim áfanga að gróðursetja 16 tré á ári á hvert mannsbarn og bregða menn þá gjarnan á skáldlegan talnaleikum það sem gerast mundi ef fleiri þjóðir gerðu slíkt hið sama. Á nýliðnu ári urðu trén okkar reyndar 20 talsins á hvert mannsbarn. Við höfum einnig náð umtalsverðum árangri í landgræðslu þótt ekki hafi enn tekist að snúa þar vörn í sókn. Viðleitni okkar til þess að verja og vernda lífbeltin 2 stendur og fellur með því að okkur lærist til fullnustu að bera virðingu fyrir ytra umhverfi okkar. En alveg á sama hátt er okkur nauðsynlegt að tileinka okkur virðingu fyrir mörgu öðru. Þar verður meðal annars nauðsynlegt að spyrja hvort vera kunni að einhverja þær þverstæður í skapgerð okkar Íslendinga ráði því að okkur sé áfátt í sjálfsvirðingu okkar og sanngirni í garð annara. Okkur er annt hverju annað þegar ábjátar og vissulega er í því fólgin umhyggja, virðing og tillitssemi. En hvert okkar og eitt óskar þess að eiga virðingu annara öllum stundum. Samt er það svo að mörgum reynist erfitt að virða stefnumál og skoðanir samferðarmanna sinna og sína fyllstu tillitssemi gagnvart mönnum og málefnum. Réttur hvers og eins til að segja hug sinn allan, vera á öðru máli en maðurinn í næsta húsi eða konan á hæðinni fyrir ofan er í raun hornsteinn lýðræðisins. Virðing fyrir öðru fólki, virðing fyrir skoðunum annara er órjúfanlega háð því að við eigum þann sjálfsaga sem sprettur af virðingu hvers einstaklings fyrir sjálfum sér. Í öllu uppeldi, hvort heldur er á heimilum eða í skólum, er það ræktun þess þáttar sem ég vildi helst óska að lögð væri stund á. Því án sjálfsvirðingar einstaklingana er okkur ógnvekjandi hætta búin. Vitanlega er aðgátar þörf á þessu sviði eins og öðrum og hér er ekki verið að tala þá freku sjálfsréttlætingu og tillitsleysi sem við vitum öll að oft stendur gagnkvæmri virðingu fyrir þrifum og leið sameiginlegu afli okkar til átaka. Ég minntist áðan á kyrrstöðu og hreyfingu. Oft komumst við svo að orði börnin okkar og unga fólkið að nú séu þau að verða búin að læra. Og líklega erum við of sjaldan á það minnt að einmitt í menntun er ekki til neinn loka áfangi, ekkert sem heitir að vera búin að læra. Því menntun einstaklinga og menntun þjóða sem allir eru sammála að sé undirstaða velferðar alla framtíð á sér engin verkalok. Þar má aldrei láta staðar numið, heldur verðum við ævinlega að vera reiðubúin að endurskoða þekking okkar og kunnáttu, bæta við og breyta, skilja og skilgreina upp á nýtt. Á liðnum vikum og mánuðum hefur hart verið glímt á vettvangi stjórnmála þær ráðstafanir sem vænlegastar eru taldar til að vinna bug á efnahagslegum þrengingum þjóðarinnar nú stundir. Rætt hefur verið aðferð alla, hvernig tekjum skal varið og byrðum skipt. Þau viðfangsefni stjórnmálamanna eru hin sömu, hvort sem vel árar eða illa. Hitt er nýrra að Alþingi hafi til umfjöllunar aðild Íslands að samstarfi evrópskra ríkja efnahagsmál, alþjóðlegan samning sem haft getur í för með sér miklar breytingar á íslensku þjóðfélagi.
Tekist á mat á áhrifum samningsins. Annars vegar kemur fram það viðhorf að samningurinn muni hafa þau áhrif að mikilvægar ákvarðanir verði ekki í okkar eigin höndum með sama hætti og verið hefur. Hins vegar mælt fyrir því sjónarmiði að samningur evrópskt efnahagssvæði sé einungis eðlilegt framhald af skuldbindingum sem einstök ríki hljóta að taka á sig í auknu alþjóðlegu samstarfi. Sá margþætti ágreiningur tengist umræðum evrópskt efnahagssvæði dylst engum sem fylgst hefur með þjóðmálaumræðu á því ári sem nú liðið. Hann hefur klofið samtök og flokka og jafnvel hug einstaklinga í rökræðum þeirra við sjálfa sig kosti og galla slíks samstarfs. Von tekst á við ótta svo að vogarskálar samþykkis og synjunar rísa og hníga til skiptis. Á því ári sem nú gengið í garð verða liðnir 3 aldarfjórðungar frá hinum stærsta sigri sem við Íslendingar unnum í sjálfstæðisbaráttu okkar. Frá gildistöku laga gerðu Ísland að fullvalda ríki, lögðu grundvöll að sambandsslitum við Dani og ruddu okkur þannig braut að fullu sjálfstæði þjóðarinnar og endurreisn lýðveldis á Íslandi. Fullveldi þjóðarinnar á því að vera okkur ofar í huga á nýju ári en endra nær. En leið verðum við að vera minnug þess að fullveldi ekki þess eðlis að því sé náð og síðan megi setjast kyrrt. Fullveldi þróunarferli, síbreytilegt eins og annað í mannheimum. 3 aldarfjórðungar skammur tími á mælistiku heimsögunar, en nálgast þó að vera sá jafnaðarævitími sem forsjónin færir hverjum Íslendingi nú á dögum. Efst lítur okkur öllum að vera í huga hvernig hægt að efla samstöðu okkar fullveldi þjóðarinnar og sjálfstæði landsins. Samstöðu þann skilning að fullveldi okkar sér verkefni sem sífellt þarf að vinna og aldrei má leggja til hliðar. Allir þurfa að gera sér þess fulla grein að fullveldið býr í okkur sjálfum. Í því felst lífsafstaða okkar og öll framganga á hverjum tíma. Fullveldi í því fólgið að við stöndum vörð íslenska menningu á hverju sem dynur, að við eigum okkur raust í heiminum, að við höldum fullri reisn og látum aldrei efnahagslegar aðstæður draga úr okkur lífsþrótt og baráttu vilja. Við megum ekki snúast hvert gegn öðru í leit að sökudólgum. Við megum ekki glata umburðarlyndi og virðingu, því aldrei skiptir það jafnmiklum sköpum að við sýnum samstöðu og þegar á móti blæs. Fullveldishugsjónin fjöregg okkar, hún á að efla með okkur þjóðlega eindrægni, hún má ekki víkja fyrir mótbyr í stundarvanda, heldur ber okkur að sækja til hennar styrk og hvatningu. Við þurfum að sýna djörfung, dug og fyrirhyggju. Sérhver framför í sögu okkar hefur verið knúin afli hugsjóna. Oftsinnis hefur þó rekum verið kastað á framsæknar hugmyndir og hugsjónir manna sem sáu ef til vill lengra fram í tíman en samferðamenn þeirra. En hugsjónir lifa og kenna okkur að sífellt má bæta hag manna og þjóða og ekkert fullkomnað og sífellt má sækja fram. Hugsjónir ómetanlegur orkugjafi. Þær ekki draumórar, heldur geta þær verið leiðarljós að betri kjörum og bættum heimi. Framkvæmd þeirra brúar bilið milli áforms og veruleika. Við höfum þörf fyrir hugsjónir nú, ekki síður en fyrrum. Hugsjónir sem kveða niður þá nauðhyggju að ástandi andartaksins verði ekki breytt. Hugsjónir sem vísa því á bug að íslensk þjóð þurfi að sitja föst í doða, úrtölum og úrræðaleysi.
Stundar erfiðleikar og ágreiningur leiðir að sameiginlegum markmiðum eru eðlileg og síendurtekin viðfangsefni sjálfstæðrar þjóðar. Og öll vitum við innst inni að það eru viðfangsefni sem við ráðum við. Því að við getum stuðst við þann lærdóm og þá þekkingu sem við drögum af fortíð okkar. Við getum hagnýtt hugvit okkar og handafl til að standa saman það sem mestu skiptir fyrir framtíð okkar í landinu, menningu okkar og sjálfstæði. Leið vitum við líka að hugarfar getur verið örlagavaldur í lífi þjóða og ýmsum hefur reynst dýrkeypt að glata trú á framtíðina. Það má aldrei gerast, enda höfum við alla burði til að komast vel af. Síst af öllu megum við misbjóða börnum og ungmennum með bölsýni og vonleysi. Til þess heldur engin ástæða. Glæsileg verkefni á sviði mennta og menningar, hátækni iðnaðar, umhverfismála, sjálfstæð viðfangsefni og samstarfsverkefni með öðrum þjóðum, allt býður þetta handan næsta leitis. Það eina sem þarf einbeittur vilji til verka, vilji til að gera betur en hingað til. Þórarinn skólameistari Björnsson komst svo að orði í skólasetningarræðu fyrir hartnær 40 árum. Mannshugsjón norrænna manna var drengskapur, en drengur heitir vaskur maður og batnandi, segir Snorri. Þessi skilgreining stórmerkileg. Fyrst talað vaskleika, það þarf vaskleikan, átakið til alls manndóms. Og þó hitt orðið sem valið batnandi, enn merkilegra. Krafturinn einn ekki nógur. Hann getur verið bæði af því góða og illa. Hann verður að meta siðferðilegu mati. Og það ekki einu sinni nóg að vera góður, heldur batnandi. Mestu varðar að stefna í rétta átt, sækja á brattan, upp, hærra. Góðir Íslendingar, ég geri þessi orð hins merka skólamanns að brýningu minni á þessari stundu. Megi gæfa fylgja okkur á nýju ári og alla framtíð. Guð blessi land og þjóð.